Jæja, það er komið. Jæja, verið öll velkomin á 15. fundi ráðsins. Skulum vona að jarðskjálftarnir láta okkur vera meðan við sitjum hérna saman. Við getum svo sem ekki treyst að það er einn sem á eftir að koma inn á fundin og við skulum bara vona að hann detti inn. En við byrjum bara fundin með fyrsta dagskrárlið. Það er í rauninni bréf frá skrifstofu borgarstjórnar sem að heimila okkur að varðandi neyðarástand í sveitarfélagi sem heimilar sveitarfélagi notkun á fjarfundabúnaði. Þið kannist við þetta, við erum búin að fara í gegnum þetta nokkur sinnum á síðasta ári og ég legg þessi bréf hér með fram. Æja. Heyrðu núna, heyrðu ég bara. Já, nú kom annar, já. Ég fann ekki neitt, ég heyrði bara. Já. Þetta er rétt. Þetta var í beinni. Hvað var það stór? Nei. Já, þetta var örugglega. Er í lagi með eitthvað öll þarna? Já. Herðu, svo er næsti dagskrárliður. Honum er verður frestað vegna þess að þetta er tillaga sem að aðgerðir til að bæta íslensku kunnáttu barna með annað móðurmál en íslensku og þetta á eftir að taka fyrir, þannig að við þurfum að fresta þessum dagskrárlið og svo höldum við áfram. Við tökum 4. lið fundarins fyrir. Verða ekki? Bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna tillögu að breytingum á skilmálum deiliskipulags í Breiðholti. Þetta er lóð númer 4 Hraunberg. Já, viljum við taka fram að við ætlum að geyma samtal við foreldrafélögin sem var 3. liður, við ætlum að geyma það til klukkan 5. Já, til klukkan 5. Já, þetta er í rauninni, við lögðum þetta fyrir fundin, síðasta fund, en af því að þessi dagskrárliður kom inn áður en eða eftir að dagskráin var send út og þá vildi ég leggja hérna formlega aftur. Það er í rauninni verið að breyta heimild til að gera íbúðir á efri hæð við Hraunberg 4 og í rauninni bara nánari útfærsla á þessari tillögu er bara á heimasíðu skipulagsins. Ég tel mig ekki þegar einhverju athugasemdir við þetta eða einhverju spurningar. Engar. Þá vindum við okkur bara áfram í næsta dagskrárlið. Það er bréf umhverfis- og skipulagssviðs við draga á breytingu á aðalskipulagi vegna tillögu að legu borgarlínunnar. Og þetta er í rauninni tillögur staðsetningu svokallaðra kjarnastöðva við fyrsta áfanga. Ég veit ekki hvort að þið hefur kynnt ykkur þetta eða skoða en ég ætla að varpa upp mynd úr 3. kafla 3.1 sem sýnir í rauninni línu eða leið þessa fyrsta áfanga. Þarna, veit ekki hvort þetta sjáist vel. En þið sjáu að upphafið og endinn er í Hamraborg í Kópavogi, upphafinn er í nýju hverfi sem á eftir að byggjast upp og í rauninni eru kjarnast í þessu skjali, í þessum tillögum eru verið að skilgreina kjarnastöðvar og minni stoppistöðvar í skjalinu eða á leiðinni og það er verið að útskýra í rauninni hvernig þessar stöðvar, kjarnastöðvarnar muni birtast notandanum og hver svona helstu markmið borgarlínunnar og ég veit ekki hvort ekki hafi kynnt ykkur þetta en borgarlínan verður á að vera svona hryggjastykki í hágæða almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og í rauninni fær svona sérakrein til þess að komast hratt og öruggt milli staða. Þannig að ég ætlaði að sýna ykkur aðra mynd þversnið, dæmi þversnið á svona kjarnastöð. Skulum sjá.
Þetta einu fyrsta þversnið af brautapalli í borgarlínu en borgarlínan skilgreind með rauðum akrinum og síðan bílar sikkur megin. Þannig ef að þú kannski myndir skrolla á næstu mynd þarna, þá sjáu í rauninni þversnið af hvernig þetta var eða hugsað að borgarlínan sé á sér akrein, svo kemur bílum fyrir sikkur átt, svo hjólreiðar og svo gangandi. Og í þessum tillögum í rauninni tekin dæmi kjarnastöðvar og hvernig í rauninni þversnið af þeim, hvernig borgarlínan liggur þar í gegn. Þannig að ég ætlaði bara að gefa orðið laust og velta upp hvort þau hafa einhverja athugasemdir. Já, í rauninni það ekki rétt skilja á mér að mjóttin út undan í þessu fyrsta áfanga. Já. Og ég bara lýsa rauninni furðu minn á því sem Ísland, það sem Breiðholt stærsta úthverfi þarna Reykjavíkur, er það ekki? Eða Höfn. Já. Og ég skil kannski og gerir mér svona hugalund að þessu kannski margir notendur almenningssamganga akkurat í þessu hverfi. Þannig að ég veit ekki hvort að okkar athugasemdir munu eitthvað brautagengt, en ég vil bara lýsa furðu minn á því hvernig mjóttin út undan í þessu fyrsta áfanga og hver ástæða bak við því, ég veit ekki hvort svarið. Já, eru fleiri sem að vilja tjá sig? En þetta alveg, já, en ég held að önnur við borgarlínan eða sú vinnsla kemur seinna, nær 2030 með við tímalínuna sem og það tengt bara annarri leið, sko. Já. Það búið að kortleggja þetta einhvern veginn, þannig að þetta ég held að það hafi verið metið sem svo að þessi sé brýnust og svo einhvern veginn þessu forgangsraðað, en það alveg þið alveg velkomið að bóka þetta, Ágústa, ef þú vilt, sem fulltrúi og í rauninni ef að ráðið vill bakkað upp, þá getum við alveg skoða það, sko. Já, skrifa ég þá bara, af því ég er svo ný, þá skrifa ég bara athugasemd. Já, þá myndirðu bara skrifa stutta bókun sem að þess að þú lýsir í rauninni þessu sem að þú vilt koma fram og berð undir hvort aðrir ráðsmenn vilja vera með þér. Og þá bara fyrir næsta fundi það? Nei, undir þessum dagskrárlið. Þú þættir að sjóða bara hér og nú? Já, hér og nú. En það getur með að þú getur tekið allan fundin bara rólega til að skrifa bókun og svo lesa upp fyrir okkur og fundar eða eitthvað svoleiðis, sko. Á þessari sekúndur, sko. Nei. Þú hefur alveg tíma til að hugsa það, Ágústa. Já, ég ekki búin að skoða kannski þessi skipulagströð alveg ítarlega. En Má ég skjóta inn í það? Já. Bara svona til að skjóta inn í, þá sem sagt aðgerðir kynningarfundur sem sagt streymisfundur í lok mars. Það sem sem sagt bara, það sem borgarbúar býðst að fylgjast með, þetta gerir ráð fyrir því að þeir fá tækifæri til að senda spurningar. Svo mér minnir að umsagnarfresturinn varðandi þessi drög sé til 30. apríl. Þannig að það er töluverður tími til að kynna sér þetta nánar og afla sér frekari upplýsingar, hvort sem það með því að renna betur gegnum gögnum eða á þessum streymisfundi sem ráðgerður þarna í lok mars að mér skilst. Já, heimilisvægt með þessar upplýsingar. Já. Þannig að það ennþá tækifæri, það ennþá tími, sko. Þannig að það líka hægt að þá væntanlega bóka við við þann fund. Já, það er kannski betra. Já, það svona faglegri kynning sem að Akkurat. þá svolítið matrikt kannski svolítið ofan í okkur, sko. Akkurat. Jón, velkomin Jón. Heyrir í ykkur? Já, ég heyri vel í ykkur. Já.
kannski bara passar það að hafa því á þögn ef þú ert ekki að tala. Þannig við heyrum ekki í þér. Já, einmitt, flott. Vilja fleiri leggja orð í belg við þetta eða að vinda okkur áfram í næsta dagskrárlið? Engin. Herru, þá erum við með útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs. Reykjavíkur vegna aðskipulags 2010 til 2030. Þetta voru svona sértæk búsetuúrræði og það hér lagt fram. Þetta í rauninni málsmeðferð. Alla fundagerðir borgarinnar eru færðar í svona svokallaða gerðabók og þetta bréf í rauninni sent til þess að tilkynna okkur afgreiðslur nefndarinnar og hvernig málsmeðferðin var. Einhverjar spurningar eða athugasemdir? Nei, engar. Það var flott að sjá hvað svörunin er orðin flott og virk. Þetta hefur nú ekki alltaf verið svona. Bara mjög flott. Já, ég held þetta er alltaf sko bókanir inn í ráðinu og í rauninni athugasemdir og umsagnir sem að bárust ráðinu sem tengjast þessu máli og svörum við þeim. Þannig að við fáum það því við sendum inn umsögn og þá í rauninni fáum við þetta sent tilbaka. Og í rauninni næsti dagskrárliður er sá sami nema það er annað mál sem að við sendum inn umsögn og það var vegna stefna íbúabyggð og það er í rauninni útskrift úr gerðabókinni og sama hátt fáum við upplýsingar bókanir og afgreiðslur og svör við fyrirspurnir sem bárust tengt þessu máli. Þannig að það er hægt að lesa sér til það. Einhverjar spurningar eða athugasemdir? Engar. Þá vindum við okkur bara í næsta dagskrárlið. Það er gott að Jón sé kominn. Við þurfum nefnilega að ræða fundatíma ráðsins í apríl. Fyrsti mánudagur í apríl er annar í páskum segi ég. Þannig að mig langar svolítið að velta því upp við ráðsmenn hvernig hvort að þeir séu til í að funda mánudeginum á undan sem er í rauninni mánudagurinn í dymbilvikunni og það er kannski svona mismunandi hjá fólki hvort það sé búið að fara í frí eða annað þannig að mér langaði svolítið að nefna það við ykkur bara hvort að þið komist þennan mánudag, fyrsta mánudag í rauninni mánudaginn 29. mars. Já, í dymbilvikunni. Það henta mér ekki. Nei, eru fleiri sem eru á sama stað á Ágústa? Já, ég á vona að vera farin út úr bænum, það er svona hæpið. Ok. Það breytir engu fyrir mig, ég verð bara heima að skrifa ritgerð sko, þannig að það er bara það sem hentar ykkur, það hentar mér. Já, þannig að Alda, þú hefur engar sérstaka... Nei, ég kemst alltaf. Já, ok. Við þurfum þá að finna nýjan tíma Heimir. Þá bara reynum við að finna út því? Já, við þurfum bara einhvern veginn að, Heimir þá tölum við bara saman og ég sendi það út. Myndið þið henta betur bara eftir páska, kannski? Já, Ágústa samt, já, hana. Og þið, Geir og Alda kannski er alveg sama. Já, einmitt. Herðu, Heimir, við þurfum einhvern veginn að finna út úr því. Við gerum tilum til þess. Svo það sé kannski slegið að borðinu. Strax þriðjudag, nei, ég ætla ekki að bæta mér við þeim að sinni. Fórstu? Já, ok. Að því að klukkan er ekki orðin 5 og við vorum búin að ráðgera að heyra í
forsvarsmönnum foreldrafélagana klukkan 5, þá vantar fulltrúi inn á fundinn. Þannig að ég ætla að taka fyrir næsta dagskrá sem málefni hverfisins til umræðu. Þannig að ég ætla eiginlega bara að gefa orðið laust. Eitthvað sem að þið hafið, viljið ræða eða ykkur liggur á hjarta? Ég svolítið verið að fá spurningar hvernig liggur fyrir forgangsröðun út frá hverfið mitt og einnig hvernig staðan frá hverfið mitt frá því fyrra. Það væri kannski áhugavert fyrir okkur að geta birt það. Var það ekki komið inn á hverfið mitt? Stendur ekki til að við fáum, íbúaráðin fái kynningar frá hverfið mitt? Já, ég held að það sé búið að úthluta okkur tíma í apríl, eða fundatíma 15. apríl, þar sem að ráðinu í rauninni gefst, við fáum í rauninni veljum með íbúum þau atriði sem við viljum láta kjósa í haust. Er ekki rétt að skilja mér? Jú, það upp á kjörseðli. Já, það svona kjörseðl sem verður sendur út og þetta svona gagnvirkt og þú getur þá raðað eftir því sem að þér finnst vera best og síðan það lagt í kosningu í haust. Yes. Þannig að nú stendur yfir svo vinna að að sortera tækar hugmyndir sem bárust á hugmyndasöfnunarstiginu, svo fari íbúaráðið og í raun allt Breiðholtið þessar tillögur til sín og greiða atkvæði þær og eftir kúnstefnareglum og úrslitum við því ákvarða hvað fer inn á kjörseðilinn sem verður svo þessar allsherjarkosningar verður svo í haust. Já. Ef ég náðu að fylla eitthvað upp í þetta. Já, og í rauninni, ég veit ekki ég held að sé á hverfið mitt, þú getur valið árin, farið aftur í tíman. Ég með ef þú vilt varpa upp. Já, sýndu okkur endilega. Ég get líka bara sýnt ykkur bara svona til einföldunar. Heitir þetta framkvæmdasjá. Þá ertu að velja hverfið mitt, velja Breiðholt, velja ár. Það kemur þetta fáum við þetta upp hér. Stöðuna á verkefnunum. Já, sem voru valin. Já, og hvernig framkvæmdum hefur miðað. Já. En ef ég skildi því rétt, Jóhanna, varst þú að tala verkefni sem ekki náðu kjöri í fyrra? Nei, verkefni sem náðu kjöri í fyrra. Ég var einmitt að leita þessu held ég sem Heimir að benda á. Ég að reyna að opna þetta. Það voru að spyrja mig stöðu verkefnina. Já. Yfir verkefni sem síðast fór í gegn. Já, og það greinilega þetta náttúrulega bara einhver stað. Það kemur ekkert undir því, Ég vel Breiðholt hverfið mitt ár 2019, sjá allt, sækja það kemur ekkert. Þannig. Já. Ok, en það Ertu inn á hverfið mitt, segirðu? Já, ég inn á framkvæmdasjánni, hverfið Breiðholt, tegund framkvæmdar hverfið mitt, ár 2019, staðaverkefni sjá allt, sækja og það kemur ekkert. Ég bara kann ekki deila þessu, Jóna. Nei, ekki mál. Ég skoði þetta bara, ekki svona í beinni útsendingu. Það var allan að bara spyrja svolítið þetta. Já. Ég nefnilega nota framkvæmdasjána og ég hef alltaf getað fundið það sem ég að leitað. En ég kannski bara fara ekki svona langt aftur í tíman, það kannski það. Ertu þú að deila með einhverju Heimir? Ég ætla ekki til þetta Heimir að deila með okkur skjali.
Ertu á þessum stað, Jóhanna? Nei, það eru engar svona fallega myndir hjá mér. Nei, ég veit ekki hvar þú ert að fara inn á, en þetta allavega hverfið mitt, reykjavík.is/hverfið mitt, svona stuttumáli. Þetta allavega ekki skemmtilegt. Það sem ég geri allavega hérna, ég googla framkvæmdasjá. Fer hér inn, eins og ég sýndi ykkur áðan, hverfið mitt, Breiðholt. En það vilja hana ár? Nei, þetta er sem sagt framkvæmdir 2020, samþykkt verkefni í kosningunum 2019. Þannig að það er ég vel ekki á. Já, ég bara... Þetta var náttúrulega við slepptum, það var hoppað yfir 1 ár, sko. Þess að það er rauninni tvöfalt magna fjármagni núna því að það var 1 ár sem við hoppuðum yfir. En það þarf kannski eitthvað að skoða þetta. En við fáum allavega nánari hérna, ráðið fær nánari upplýsingar varðandi þennan fund þarna 15. apríl og ég held að við þurfum nú eitthvað að reyna að fara út í grasrótina til þess að virkja fólk, til þess að geta valið. Af því það er hérna, þetta er náttúrulega við náttúrulega skoruðum, Breiðholti komið langt flestar tillögur þarna inn og sumar hverja voru náttúrulega oftar en einu sinni. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur þarna upp úr þessu og hvaða verkefni við þurfum þá að velja á þessum kjörseðli fyrir haustið sem verður síðan fyrir haustið ásamt íbúðum í hverfinu. En já, er ykkur fleiri sem verður að bæta við þetta? Já, ég vildi kannski bæta orðum að ræða með mitt að í stjórn foreldrafélagsins hvað þið heppnast vel þessi hverfa viðburðir eins og núna öskudaginn þegar við erum svolítið í okkar hverfi þá skipulögðu margir árganga þannig að gengi var bara í sem sagt hús í bekknum eða sem sagt árgangnum og ég veit að Breiðholtsskóli var líka með svona viðburð og líka rætt hvað svona hverfishátíð eins og 17. júní í fyrra hafi verið skemmtilegur og svo rættum við að það væri gaman kannski að nýta einna túnir fyrir beintunni að Seljakot leikskóli, ég veit ekki hvort þið kannist við það. Það sem Breiðholt festival var hérna áður. Og hvað væri gaman veist það allir leggja svona á að vera með svona kannski svolítið svona hverfisbrag og efla hverfið með svona ýmsum viðburðum. Það væri skemmtilegt. Og svo að öðru sem er samt kannski eitthvað sem það má bæta lýsingin í hverfinu er mjög léleg og oft sko bæði vantar lýsingu og oft á tíðum vantar perur í ljósastöra. Þannig að þetta er nú bara eitthvað þetta tvennt sem ég langaði að nefna. En varðandi þegar það vantar lýsingu inn í ljósastöra þá bendi ég á ábendingavef borgarinnar og þeir bregðast mjög skjótt við, allavega þeim ábendingum sem ég hef hérna varðandi þegar ruslafötur og sprautunálar og þá er yfirleitt brugðist mjög vel hratt við, þannig að ábendingavefurinn var kannski Heimir, það er meira sagt að setja inn ábendingu, mynd og velja staðsetninguna. Hlaða inn mynd eða velja innan hverfisins hvar ljósastaurinn vantar eða hvar lýsingu vantar. Já, við þekkjum þetta, ég þekki þetta allavega, ég er nýtt með hann sko, þannig að... Já, en svo náttúrulega annað með nýja lýsingu sko, það er eitthvað sem að við gætum líka reynda vinna með. Já, það var bara mjög jákvætt um þetta gera það. Já, því ég veit að verkefni núna í mars hjá okkur í ráðinu verður að forgangsraða í nýfjárfestingu og viðhaldi og þetta kemur inn á það. Þannig að bara við skulum taka þetta upp Ágústa þegar við förum að forgangsraða. Þetta er mjög góð punktur. En nú klukkan orðin 5, eru fleiri atriði varðandi hverfið mitt? Nei, málefni hverfisins? Áður en við vindum okkur í næsta dagskrárlið.
enginn með neitt, þá skulum við bara bjóða til leiks fulltrúa foreldrafélagana í hverfinu. Soffía, Guðmundur og svo Atla var hún Anna Sif var búin að boða sig, hún væntanlega á leiðinni inn á fundinn. Hún kannski í bið? Hún komin inn? Nei, þetta allt. Nei. Þannig að bara velkomin Soffía og Guðmundur, gaman að sjá okkur. Takk fyrir að þiggja boðið. Þetta nú búið örugglega sérstakt ár að vera foreldri heima með börnin sín. Við höfum sem sagt ráðið hafa boðið svona hagaaðilum að koma. Í janúar fengum við íþróttafélag, í febrúar fengum við tómstundaaðila og fannst mér mikilvægt að heyra ykkar rödd líka. Þannig að ég var svona vill bara svona heyra í ykkur hljóðið, eitthvað sem þið viljið ræða, eitthvað sem þið viljið koma áleiðis, eitthvað sem þið viljið koma á framfæri við ráðið. Þannig að þið getið bara rétt upp fingurinn eða sett inn í tjatti eða þið viljið fá orðið. En ég get bara spurt, Guðmundur, vilt þú kannski segja frá foreldrafélaginu í Öldurselinu og samstarfinu ykkar? Byrja á þér. Já, bara takk fyrir boðið. Gaman að fá að vera aðeins með ykkur. Já, þetta eins og þú kannski fórst í inngangi. Þetta búið að vera náttúrulega öðruvísi. Það er ekkert að rekja þetta á COVID held ég fyrir alla. Það er ekkert alls svo vel. Margt að segja þetta allt. En auðvitað veturinn það verið náttúrulega allt öðruvísi heldur en venjulega. Við höfum náttúrulega ekki getað verið að hist eins mikið og bara eins og við í stjórninni. Við hittum þetta bara fyrst svona á okkar fundi, það er bara núna daginn, þess að við hittum svona auglítis. Við höfum bara fundar rafrænt og eins með stjórninni líka. Og þetta hefur náttúrulega kannski litað allt starfið að foreldrar hafa kannski lítið getað verið með svona skipulagt hópefli fyrir bekki og svona, því það er svona ansið takmarkað þó krakkarnir með ekki hittast, þá með foreldrar lítið gera. Þannig að við höfum náttúrulega bara litast af þessu eins og bara allir aðrir, allt samfélagið. Þannig að það er kannski ekkert nýtt með það í sjálfu sér. Við höfum þó reynt að gera, svo við vorum aðalfundin var fyrst getið með þá rafrænt, það tókst ótrúlega vel í haust og það er kannski samt eitthvað sem tekur með sig út úr þessu, kannski fyrirkomulag sem við munum kannski nota til framtíðar. Það sé að vera með kannski aðalfund og líka svona varparum, bara eins og þið að gera hér, að það einhver leyti býr til meiri mætingu heldur en kannski hefur verið. Þannig að kannski ná að virkja fleiri foreldra með þeim hætti, með að nýta okkur svona þessa tangi líka. Þannig það er svona kannski smá lærdómur út úr þessu. Við höfum haldið þó úti hverfaröltunni eða foreldraröltunni í vetur, svona flest föstudagskvöld, þess að við hittumst á Hólmasel og röltum hverfið. Og kannski svona því miður hefur kannski verið ákveðin þörf fyrir það, svo maður segja. Sérstaklega svona fram til hausti voru svona, já, kann maður segja bara óæskilegar hópamyndanir aðeins vísanir í því og svona ákveðin atvik sem hafa komið upp. En þetta er líka bara óbúslega mikilvæg forvörn að hittast og rölta. Og líka bara heilsueflandi og bara ótrúlega gefandi að gera þetta. Já, við vorum með öskudaginn eins og Ágúst að myndist aðeins á daginn og þannig að við gerðum það í Öldurselinu og þá var svona kannski hver árgangur sem skipulag fyrir sig, kannski eitthvað mismunandi leiðir sem var farið, þá kannski aðalega fyrir yngri eins og venjulega, það var meira áhuga að gera þetta. Og það voru einhverjir byggjum ralleik og einhverjir einmitt sem var svona bara gengið hverfið og einhverjir voru svona bara aðeins eða foreldrar skráðu sig og svo labbað heim til svona í þau hús. Þetta er kannski svona helsta, núna erum við svona líka aðeins að skipuleggja svona kannski vorhátíðina, hvað má gera, það er svona það sem er framundan núna. Þó sé kannski búið að liðka fyrir þá það kannski mun hjálpa til með að megi eitthvað að gera en það er svona, við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega með hvaða marki, en það er svona stemt allan á einhvers konar veglegri vorhátíð og svona sem krakkarnir kannski eiga skilið. Já, kannski Símonus skóli, það er svona eitt verkefni sem er innan Öldurselskóla að
við höfum bara haldið áfram að vinna í því verkefni og fyrst og fremst erum við að kannski gert það þannig að svona efla alls konar tækjakosta aðbúnað fyrir krakkana svona í frímínútum þannig að þau svona geti minni hvata þá til þess að fara í símana og það er eitthvað sem hefur gengið mjög vel en nú er svona búið að innleiða þetta sjálft en nú kannski svona er eftirfylgni það gerir þetta svona kannski varanlegt en það verður verkefni sem við horfum bara mjög spennt til svo kannski bara svona ákveðin svona áskoranir sem kannski bara svona fyrir næstu ár þá sjáum við kannski með foreldrastarfi eins og sérstaklega svo nefnum kannski sérstaklega fyrst og annan bekk og við sjáum þetta bara í skólans og sjáum þetta líka í íþróttafélagana að þarna eru kannski líka foreldrar sem hafa eins og með fyrsta annan bekk foreldrarnir núna hafa ekkert fengið tækifæri til að hittast og kynnast út á COVID og við höfum alveg séð á undan þeim árum að foreldrastarf skiptir rosa máli bara upp á svona starf og líðan barnanna í skólunum þannig að við höfum pínu áhyggjur af þessum árgangi sérstaklega ef foreldrarnir eru ekki að ná að hittast nógu vel og kynnast þannig að það er svona eitthvað verkefni sem við munum þurfa að svona seinna og hlúa að næstunni. Já, ég held að þetta er kannski svona bara helsta kannski. Sofía, er hún næst eða? Takk fyrir þetta, Guðmundur. Ég sé að Anna Sif frá Breiðholtsskóla er komin inn á fundinn. Velkomin, Anna. Heyrir í okkur, Anna? Ok, hún heyrir ekki okkur, þá segi ég bara Sofía, gjörðu svo vel. Viltu segja okkur frá starfinu í Seljaskóla? Já, ég tek nú undir mjög mikið af því sem hann Guðmundur er búinn að vera að segja. Við reynum svolítið að vera samstígandi, sérstaklega þessi 2 skólar þar sem við erum náttúrulega bara þessi 2 skólar í hverfinu megin, þannig að við reynum að vera í nokkuð samstíga í miklu af því sem við gerum. Þetta er náttúrulega eins og hann sagði, þetta er búið að setja mjög mikið á sitt mark á allt starf og öll samskiptin þetta blessa á COVID og mann finnst þess að við höfum kannski það hafi ekkert verið mikið tækifæri fyrir foreldra að kynnast eða hittast og það hefur verið allan að fyrst mér það hefur verið mjög erfitt í okkur í félaginu okkur að það er mjög erfitt að ýta þessi fagforeldrar til dæmis sem þetta foreldraröltið að reyna að ýta undir eitthvað það hafa allir fólk náttúrulega verið rosalega mikið að reyna að passa sig en hins vegar að sama skapi er til að sýna sig hvað þetta er mikilvægt og við höfum verið að sjá náttúrulega til dæmis eins og það er eitt af því sem við myndum kannski nefna væri til dæmis hvað mikilvæg löggæsla er og við höfum náttúrulega lent í leiðilegu máli í Seljaskóla þar sem að það var, veit ég hvort það þið vita því að það var maður sem var að flassa sig á skólalóðinni og það er búið að vera náttúrulega lögregla og svona ákveðin löggæsla sem var verið að auka akkurat í kringum það en þetta sýnir sig kannski svolítið svona eftir að það fór lögreglan hverfinu þá hefur ekki verið jafn sýnileg löggæsla og þetta er eitt af því sem ég veit að margir hafa áhyggjur af. Seljaskóli lenti líka í bruna og það var kveikt í skólanum og þau börn voru ár í burtu frá skólanum, voru rétt að komast inn í skólan þegar COVID skellir á og það er 2 árgangar sem voru á vergangi. Þau voru við erum að tala 150 börn. Það er Seljaskóli er orðinn stærsti skólinn á Reykjavíkursvæðinu og ég veit náttúrulega ekki alveg um Ísland en allan í Reykjavík er þetta stærsti og fjölmennasti skólinn. Þannig að það eru rosalega mikið af börnum í Seljakörfinu og náttúrulega í öllu Breiðholtinu. Þannig að löggæsla og sýnilegra löggæsla, sýnilegra svona eftirlit er mikilvægt. Þannig að það er svona eitt af því sem við okkur finnst vera mjög áríðandi þessa dagana. Svo er annað það líka, við erum að tala eins og umgengni og svoleiðis það er allt verður svolítið svona við höfum spáð hvort að íbúðarráð geti komið þar kannski meir inn í hvetja íbúi hverfinu til þess að ganga betur hverfið. Það er náttúrulega eins og núna er náttúrulega fleiri að ganga hverfið út á COVID og svona göngulegur þess að þetta er kannski einmitt eins og umgengni hverfið og svona þetta við þurfum að fara betur hverfið okkar. Þannig að það er svona eitt af þessum málum sem við höfum líka verið að ræða. Það er kannski ekki líka þetta sem við getum gert þannig sem foreldrafélagið nema á röltinu þegar maður er kannski að týna eitthvað sem maður ætti
sem að gera svona röltinu umhverfið og þeim að gera foreldraröltið. Og já, öskudagurinn einmitt var svona fyrsti dagurinn sem við gátum byrjað að gera eitthvað fyrir krakkana. Þannig að það svona, við erum að reyna að hvort það ekki meira sem við getum gert og kannski gert eitthvað öðruvísi heldur en hefur verið gert önnur ár og við getum kannski leitað til í hverfissjóðinn, hvort það sé eitthvað sem við getum fengið til þess að gera allan að enda þetta skrýtna ár á skemmtilega máta fyrir börnin. Þannig að já, það svona kannski, já, geta enda árið að krafti, þannig að þau fá kannski aðeins búst svona inn í sumarið. En þetta fer náttúrulega allt eftir hvernig þetta gengur allt saman. Þannig að, já, og svo líka við vantar kannski með fræðslu líka svona milli foreldra. Það svona, alltaf ekkert búið að vera neitt, þannig að og finnst það allir búin að vera rosalega mikið náttúrulega sýningur allir í sínu horni. Og við erum að heyra svolítið af börnunum að talsmátin þeirra orðin öðruvísi, þau eru rosalega mikið svona einu sinni horni, maður sjá svona einkennilegar breytingar á börnunum líka og það greinlega eitthvað sem maður þarf að fylgjast með. Já, þannig það kannski einhver fræðsla eða eitthvað sér sem það þarf að gera og já, þannig að þetta svona held ég svona helsta frá okkur. Takk. Takk fyrir þessa góðu punkta, Soffía, og svona þessu tengdu þá alltaf svona hreinsi áætlun, þar sem að borginni hún forgangsröðar hverfum borgarinnar verðandi sópun og hreinsun gatna og þessi listi, þetta skjal reyndar ekki komið, sko, það ekki búið að varpa því upp, þannig að en það í rauninni hægt að fylgjast með því hvenær í borginni hreinsuð og sópuð. En svo þetta líka bara góð punktur að tína upp rusl þegar maður þarf á því að halda. En hins vegar já, hreinsun gatna og göngulega, þetta fann Heimir síðuna. En Anna Sif, heyrir þú í okkur? Já, Guðmundur, viltu segja eitthvað? Já, ég skal bara bæta kannski tönni, þú veist með Önsu, ég sé að hún eitthvað að reyna að tengja sig, hún greinilega eitthvað, hún tjattið hjá okkur, en hún greinilega eitthvað erfitt með að koma inn, ég veit ekki hvað það er. Okay. Kannski bara alveg tventin að taka undir eins og með þessu Soffía sagði, við eins og bara byrja eins og með, ég veit ekki, heyrist mikið tónlist í bakgrunni hjá mér, eða svona. Jú, smá. Það yngri gestur þannig á sem að spila alltaf píanó, en við reynum að lækka en það kannski að tvennt, já, það aðeins orðbragð hjá yngri börnunum að við hefum kannski orðið var við það að það einhvern veginn svona aðeins að breytast til hins verra, svo maður orðið það ákveðið svona orðbragð og framkoma. Ég veit ekki hvað áhrif af bara heila, ég veit ekki TikTok og alls konar svona, alltaf færast neðar og neðar. Þannig að þetta eitthvað sem við samfélag held ég þurfum fara að hafa dálítið svona bara meira ágjur á og bara ekki ágjur á, heldur bara kannski fara að gera eitthvað í þessu, fara að spyrna þessu fótum, sko. Þið heyrið í núna, fyrirgefið? Já. Jú, við heyrum í því núna. Það er gott. Yes. Já. Taka 13 mínútur. Já. Afsakið þetta. Já, halda fram Guðmundur. Já, svo bara hitt að bara aðeins samtíð með fræðsluna, ég kannski tek líka undir það er kannski aðeins setið á hakanum hjá sig okkur að svona fræðslufyrirlestur og svoleiðis og það kannski helgast bæði því að náttúrulega að alls konar fyrirlestrar kannski hafa ekki verið kannski alveg í boði eða kannski hefur ekki verið menning fyrir því að hafa þetta rafrænt og það kannski hefur tekið tíma og það kannski smá saman það kannski breytast en það kannski var ekki búið lengi vel að vera með svona rafræna fyrirlestra og kannski líka að vinna slíka fyrirlestra og finna góða fyrirlestra og vinna með skólanum það hefur kannski einhver líka leiti verið erfiðara og ég ætla ekki kannski að fara að gagnrýna kannski stjórnendur og starfsmenn skólanum við það heldur við kannski bara þau eru bara búin að vera að drukkna í því að vinna COVID-starfið og skipla inn á skólana. Það voru rosalegt álag á starfsfólkinu þannig að það er búin að vera kannski erfiðara að vinna að fyrirlestrum og alls konar svona þróunarmálum kannski með skólanum. Það hefur kannski pínu setið á hakanum. Þetta árið. Já, það var bara þetta. Takk. Takk fyrir hennar punkt, Guðmundur. Anna Sif, viltu segja okkur frá velkomin?
Gott að sjá þig. Ertu með einhverja viltu segja einhverja eins frá Breiðholtsskóla og þessi foreldrasamstarfi sem þið eru með? Já, ég náttúrulega, sko Guðmundur búin að tala sig og Soffía á fundinum, ég veit, núna náttúrulega misti ég af þessum 13 mínútur sem að ég var að reyna að koma mér inn, en þannig að ég gerir ráð fyrir að ég sé búin að heyra af svona samstarfi foreldrafélagana og hvernig það hefur bara stutt við foreldrastarfi í skólanum öllum bara í gegnum tíðina. Þannig að ég ætla kannski bara að segja ykkur frá Breiðholtsskóla. Ég formaður foreldrafélagsins þar og búin að vera í nokkur ár og þannig að við erum svo sem búin að byggja upp svona nokkra fasta punktar sem að eru svona styðjari krakkana og skólastarfi bara við sjálf án aðkomi hinna foreldrafélagana. Það er svona hlutir eins og jólafundur og páskabingó og vorhátíð og það sem við höfum gert sem að mér fannst sem ég er svolítið mikið ánægð með er að við höfum verið að styrkja árgangana. Árgangana okkar hafa fengið bara styrk frá foreldrafélaginu 25.000 ári og bara til að árgangana taki sig saman og gera eitthvað saman. Bara annarkvort, og það er eiginlega einu skilyrðin fyrir styrknum er að þannig öllum árgangnum þarf að vera boðið og það þarf að skila nótu. Þau með ráða hvað þau gera og í hvaða formi. Þetta hefur alveg orðið til þess að hvetja bara foreldra, bara einhverja foreldra, ekki endilega bekkjarfulltrúana til að skipuleggja kannski bara rössferð eða bíóferð eða eitthvað. Þetta fyrir mig, þetta er búin að nokkur ára að þessu, en nú er þetta bara búið að vera mikið nýtt. Og eins og seinasta vetur, áður en COVID kom, þá voru bara allir árgangar sem að nýtt þetta einhvern veginn. Og þannig að ég er dálítið ánægð með þetta, en þetta náttúrulega hefur ekki, ég var eiginlega bara að fá góð frá Ástu skólastjóra núna daginn og hún sagði, já, heyrðu, nú með að foreldrar fara að koma í skólan að hittast, þannig að við erum kannski núna fyrst að fara að keyra þetta í gang aftur. Annars hefur náttúrulega bara þetta skóla verið mjög óvenjulegt, þú veist, en við höfum samt náð að gera svona hitt og þetta fyrir krakkana og kannski starfið á foreldrafélaginu hefur eiginlega bara snúist að reyna að brjóta upp dagana og reyna að gera eitthvað svona óvænt og skemmtilegt fyrir krakkana. Og við náðum að halda Halloween, þó það hafi nú tekið þó nokkuð mörgum breytingum, en það var Halloween upp að koma og breytingar og það var haldið upp á Halloween í skólanum og við náttúrulega héldum ekki jólafundur en við fengum jólasveina til að koma surprise sem var rosalega skemmtilegt til krakkana og svo svo vorum við með eitthvað meira upp á broti, vorum með einhverja veitingar og eitthvað fyrir krakkana og við heldum öskudaginn bara hefðbundi núna og það höfum við verið að standa fyrir labbi milli 5 og 7 í hverfinu og við gerum það bara eins og venjulega núna og svo erum við búin að halda eitt rafrænt matreiðslunámskeið fyrir úlingana. En þetta er svona það helsta sem við erum búin að gera í vetur. Við höfum höldum alveg góðu sambandi við skólastjórnendur og svona í þessu ástandi núna þá bara þorir maður ekki að gera neitt nema með bara samþykki skólastjóra. Maður er ekkert að fara að hlaupa eitthvað að staða með eitthvað nema skólastjórinn sé alveg örugglega með manni borð. Það hefur bara gengið vel en maður er svona, við vorum til dæmis bara núna að fá grænt ljós frá skólastjórinn, við megum halda vorhátíðin okkar. Þannig að hún verður alveg on bara núna í lok skólaársins og við getum fara að keyra árgangastarfið upp og svona þetta er svona alltaf þetta í gang loksins. En þetta er svona það bil það sem við höfum verið að gera og við höfum fengið styrki frá íbúðaráðinu sem hafa bara verið mjög verðmætir fyrir okkur. Þið styrktu til dæmis skóla jólasveinaheimsóknar og matreiðslunámskeið og fleira. Þannig að við eigum alveg okkar árgjald en við hefðum ekki getað gert allt sem við erum búin að gera í vetur nema með þessum styrkjum sko. Og þá eigum við líka pening til að halda vorhátíðina og svona. Þannig að þetta hefur verið óvenjulegt en við höfum samt náð að gera eitthvað og það sem að mér finnst svona eiginlega skemmtilegast og þannig mikilvægast er að við erum búin að brjóta upp dagana fyrir krakkana og starfsfólkið og kennarana í skólanum. Þetta er oft búið að vera svona, þetta ári svona svolítið búið að vera lítil tilbreyting og mér finnst það bara svolítið mikilvægt að ná að gera það. Einhverjar spurningar? Já, takk fyrir þá eruð þið búin að segja frá. Hafið einhverjar spurningar? Ég sé að Jóhanna Dýrin er búin að
réttu pend, Jóna, gjörðu svo vel. Ég var ekki rétt upp hönd, ég var bara svo athugul, ég var að fylgjast með og var að telja upp sem hún var að segja. En hafið einhverja spurningar, ráðsmenn, við forsvarsmenn? Já, Jón, gjörðu svo vel. Við heyrum ekkert í þig, Jón, þú verður að setja hljóðið á. Já, ég ekki beint með spurningar, mér langar bara til að þakka þessu fólki innilega fyrir frábært samstarf og bara jákvætt hvað þau eru dugleg. Já, takk fyrir. Undir þetta má taka. Já. Takk fyrir það. Já. Takk fyrir. Já, þetta er sjálfboðalina sem gefur tilbaka margfalt, mörg barnshjörtu sem þið gleðið með vinnun ykkar. Já, Jóhanna, gjörðu svo vel. Kannski áhugavert að heyra af hvernig miðað hefur samstarfinu á milli foreldrafélaga. Mér finnst það svolítið flott plattform að þið voru farin að vinna saman, foreldrafélaginu í Breiðholti. Já, við erum búin að gera þetta í nokkur ár og þetta byrjaði nú bara á praktískum ástæðum. Þetta snerist það að það áttu allir skólar bingospjöld en enginn átti nógu mörg til að geta verið með nóg fyrir sitt páskabingo. Þannig að í staðan fyrir að leigja út í bæ þá fórum við að láta þau ganga á milli. Og þetta var nú svona, þetta var fyrsti vísirinn, þetta var bara til að spara pening og þannig að endur allir peningur sem fyrir foreldrafélög, hann bara, það er ótrúlega hvað hægt að móða úr fjármunum í gegnum foreldrafélög. Svo erum við núna búin að vera að vinna með, þetta hefur verið svona föstu formi með það að við höfum verið svona 4 sinnum á ári verið með samráðsfundi foreldrafélagana og skólastjórnenda sem man alltaf Þráinn þekkir og þið íbúar ánum kannski hafi þekkir bara gegnum sem foreldrar og íbúar í hverfinu og þannig að það hefur verið svona fasti punkturinn hjá okkur og þannig hefur við haldið utan sameiginlega verkefni sem við höfum verið með eins og öskudaginn sem að við hefur alltaf verið, það var ekki núna, hann var aðeins útfarið misjafnt á milli skóla en við hjá okkur heldum við bara útfærslunni sem að skólinn hafa verið að vinna með. Svo náttúrulega höfum við verið að gera rosalega flott verkefni eins og skjátímasegulinn sem að gerðist út frá svona samstarfsfundum við bókabröldshillurnar sem eru út allt hverfi. Þetta kom út frá þessu samstarfi þar sem hver skóli bara á bara einni hillu og svo erum við nú einhvers staðar með endurskinsmerkjaprojekt í bígerð. Þannig að þetta hefur orðið ansi, já, og svo náttúrulega bókabindivélin sem að við gáum Seljaskóla, eitthvað sér innflutt apparat sem að bindur aftur bækur sem eru ófáanlegar en mjög vinsælar og hún hefur verið í notkun, þú veist, alltaf hefur verið samstarf á milli skólasafnana þannig að þau hafa allt notað þessar bókabindivélar og notið þessar bókabindivélar og svo náttúrulega erum við með óformlega samskiptavettvang okkar á milli. Guðmundur, er ég að gleyma ykkur? Ég held að þetta er bara mjög góð yfirferð hjá þér, sko. En kannski bara bæta við að við höfum yfirleitt kannski hittast ekki rafrænt, heldur bara svona auglið til auglið, kann maður segja, í raunheimum, yfir 3 á vetri, á haustin, svo kannski byrjun árs og svo aftur á vorin. En núna höfum við nú bara haft kannski eitt svona formlega fund sem sem við gerum þá fjarfund. Hitt er enda Þráinn haft sérstaklega í janúar á svona smá aukafundi. Já, þetta er svona kannski bara helst að við fórum svona vel í verkefnin. Endurskinsmerkin, það er svona á dagskrá að fara að dreifa þeim í haust. Við kannski komum það seint í vetur, það er búið að finna merki og búið að panta. Þannig að við kannski kynnum það bara betur bara í haust þegar það kemur til framkvæmda, sem ég held að það sé alveg svolítið spennandi. Já, flott, takk. Eru fleiri spurningar? Geir, ertu með eitthvað? Já, það er alveg einni stuttri. Svona í lokin. Já, svona stuttri í lokin og tek undir þetta og var mjög góðlegt að fylgjast með og sérstaklega gaman að sjá að foreldrafélögin tala saman við hjálpum staðið til Breiðholti og mér finnst það mjög mikið fagnaðarefni. Guðmundur, hjá eftir því þú nefndir
þú tekið eftir að börn, svona yngri og yngri börn í hverfinu væru að verða svona orðljótari eins og sagði, þýðir það að þau séu að eru það að sletta meira, eða eru þau bara að segja fleiri ljót, bara ljótsýrið eða spyr sá sem ekki veit, sko, ég bara forvitni. Já, þetta er ekki slettur á enskri tungu, þetta er kannski bara ljót orð sem við veitum hvað bara að segja svona svona opinberlega, sko. Við látum bara, þetta er kannski orð bara, þau kannski tala við hvert annað bara mjög niðrandi og ljótum orð. Það er bara þess að orð kannski, eins og kannski sumar stelpunar að fengja að heyra, það er bara orð hreinlega bara eins og hóra og drusla. Þetta er alveg þar komið. Það er niður í mjög ung börn að nota svona orð sem við bara ætti ekkert að fá að nota, sko. Það er alveg kannski það og kannski bara svona ákveðin svona framkoma gagnvart öðru sem kannski ber ekkert alltaf oft kannski ákveðin svona. Kannski, má kannski segja kannski þessi mannlegu samskipti, það er eins og sé kannski stundum að bara eins og áhrif af bara þessum bíómyndum eða bara þessi sest á TikTok og svo framvegis, sko. Það er kannski, orsaka afleiðing kannski það rofnar aðeins þar, sko. Þannig að það er eins og megi bara koma fram hvernig sem er án þess að sé neina afleiðingar af því, sko. Það er kannski alveg það sem ég er svona að vísa til. Er þetta ekki bara eina afleiðing af miklum áhrifum sem þessi kynslóð er að verða út frá samfélagsmiðlum og öðru efni heldur en við sem erum fullorðin í dag ólust upp við? Ég myndi svona halda það, sko. Og kannski líka það að foreldrar sjálfur eru bara upplættir í sínum eigin símum í staðan fyrir að sinna börnunum, sko. Stundum það. Ég nefndi þetta eftir aðan líka því ég tala við hann Kára sem með Hólmasel og hann hefur verið að fara inn í bekkina, sko, unglingadeildina og tala við þau þessu kynfræðsluslaus og svo er hann núna að fara að tala við þau varðandi hluta því er svona orðalag. Það er búin að vera, eins og Guðmundur sagði, búið að vera áberandi allt í einu að stúlkur eru að heyra frá drengjum þetta hóra og drusla og eitthvað sem maður hefur aldrei heyrt áður og líka það er bara eins og að sé engin virðing, þau ber ekki virðingu einhvern veginn fyrir hvort öðru og hann nefndi að hann er að fara núna inn í 7. bekkina, ég veit allan í Seljaskóla og tala, þetta er hluti af því sem hann er að fara að tala saman og líka orðið faggi sem að ég þurfti bara að spurja börnum mín hvað í ósköpunum það er og eitthvað svona orð sem að maður hélt bara að vera ekki til í orðaforða þeirra en þetta er greinlega Getur endurtekið það sem þú sagðir, ég heyrði ekki orðið. Faggi, þetta er sem sagt faggot. Já, faggot, já, faggot. En þetta er líka að koma á yngsta stigi, af því það er alltaf mikil samfélagsmiðlanotkun. Alda Líf var búin að byrja orðið, hún er ráðsmaður, hún er yngsti ráðsmaðurinn okkar. Hún hefur kannski, Ágústa, þú kemur síðan inn á eftir henni, Alda, gjör svo vel. Ég vildi bara spyrja hvernig þið hafið tekið á því og hvernig þið sjáu fyrir ykkur laga þetta hjá krakkanum með einhverjum fræðslum eða eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega frábært að maður verður með einhverja fræðslu sem maður getur miðað á krökkum og úlingum. En náttúrulega líka, þetta er kannski líka sem að fræða foreldrarnir með þetta breyta umhverfi sem að börnin eru að lifast á annað eru að alast upp í. Og eru þið duglega að tala saman þetta? Ég veit ekki hvort til þess að við erum örugglega ekki að gera neitt að viti en ég bara spáði hvað það væri gott að gera. Já. Ágústa, gjör svo vel, þú varst búin að biðja orðið og Soffía eftir henni. Já, þess að ég greip hérna fram í, en ég ætla að segja þetta er held ég bara vandamál öllum skólastigum. Og þetta tengist auðvitað kannski samfélagsmiðlanotkun þar sem þau eru að heyra á þessum TikTok og þessum forritum. Og einmitt það sem ég vil taka undir það að það er bara uppfræða foreldra hvernig hægt er að umganga svona og hvaða aldrei er æskilegt að börn fara inn á þessa miðla. Já, Soffía, þú vilt leggja orðið belg? Já, þessi Kári, ég kannski óskýra hann, þessi Kári sem ég nefndi, hann er það sem er yfir Hólmaseli, þannig að hann er að hitta þessa krakka náttúrulega utan skólatíma og það er hann sem hefur verið að fara inn í bekkina með svona fræðslu þar
svona jafningjafræðslu þar á meðal svona kynja, hvað segir maður, svona kynjafræðslu og þess háttar sko, og hann núna að fara aftur, hann farið núna neðar og færa það niður í 7. bekk og þá hann einmitt að taka í rauninni þessa umræðu með einmitt þessi orð og hvað líka einmitt hvað heitir maður svona slettur á ensku sexual harassment, að eins og þessi áreitni, hvað áreitni og þetta sem að þau kannski veit ekki hvað en þetta einmitt orðið mun aðgengilegra í rauninni efni í dag heldur það hefur náttúrulega verið. Þetta TikTok og það Snapchat og svo eru YouTube og allar hinar þessar myndir sem krakkarnir að horfa á. Hann segir einmitt að það munur eftir hvað börn að horfa, hvað strákar horfa versus það sem stelpur að horfa, það við vitum það svo sem sjálf fullorðin. En þetta kannski líka, svona partur af, hugsa maður út af þessu COVID-dæmundu, þau eru alltaf búin að vera svo lokuð af líka. Að þau eru ekki búin heldur að geta haft svona venjuleg samskipti og leika sér eins og þau kannski voru náttúrulega áður. Þannig að maður að sjá kannski enn meiri áhrif á einhverjum miðlum sem að hefði kannski ekki verið áður og þá einmitt hugsa maður kannski það væri einmitt sniðugt að hafa einhvers konar kennslu eða fræðslu eða eitthvað samtal milli foreldra. Það er náttúrulega einmitt að sama skapi hefur heldur ekki verið hægt að hafa samtal á milli foreldra. Það hafa allir bara verið einhvern veginn í sínu horni. Þannig að en þetta er svona eitthvað sem greinilega virðist vera svona að aukast allt í einu. Já. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Þú varst búin að biðja orðið. Ég vildi bara rétt bæta við sko bara svo þetta hljómi ekki alveg svo við sem bara tala niður ungt fólk og börnin okkar, þau séu alveg glödd og ömurleg sko. Að ég sé bara eins og konum í kvennarskólanum sko og dóttir mér sem vinna mikið svo afgreiðslustörf sko, það oft talað að krakkar ef ungt fólk það sé oft bara mun kurteisar heldur en kannski og prúðari heldur en eldri kynslóðir sko. Þannig við sko við ræddum á þessu öldrunarseli daginn og þá vorum við saman það að þetta væri fyrst og næst náttúrulega foreldravandamál og foreldramál. Þannig að bara svo kannski því sé haldið til hag og kannski það sem við þurfum að vinna í að ræða við og meðal okkar foreldrana. Þannig að börnin eru mjög flott og skemmtileg sko, bara svo því sé haldið til haga. Ég fer að ljúka mælendaskrá, hver var næstur? Já, Jón, gjörðu svo vel. Já, og varðandi spurningar, þá datt mér í hug hvernig ykkur finnst aðbúnaður í skólabókasöfnum, félagamiðstöðvum, í sambandi við bækur, spil, það er verið að tala um efla skákkennslu í skólum. Já, hver vill byrja á að svara? Þið getur svo sem kannski bara tala fyrir ykkar skóla, en Guðmundur, vilt þú byrja þessu? Já, ég skal bara byrja þessu. Við erum það má segja kannski aðbúnaður hann kannski ágættur, hann getur verið miklu betri. Það má segja bókasafni okkar, það aldrei komið svona tíma það varum bara rætt með skólastöðum daginn sko, að það sé svona, það fyrir að koma tími það að endur skoða það og endur gera það, má segja, gera það skemmtilegra. Og ég svo skákmaður sjálfur sko, þannig ég nú mjög fylgjandi því að skákkennsla sé nú bara að gera skyldu í öllu skóla landsins, en það önnur umræða. Við klárlega efla það. Eitt með kost bara svona almennt, það eitt sem held ég að COVID hafi nú kannski afhjúpað einhverju leyti. Svona í samanburði við önnur sveitarfélög, þá held ég að Reykjavíkurborg sé nú kannski aftarlega meirinni með ýmis tölvukaup sko, og svona tölvueign skólana. Ég ætla kannski ekki fullyrða með, það var svona tilfinning allavega marga foreldra að það var eitthvað sem borgin þyrfti kannski aðeins að fara að huga betur að. Það bæði þessi tölvubúnaður og tölvukostur allur innan skólana, og svo kannski í framtíð því líka það að starfsfólki sé líka haft í að nýta búnað og í einhvers konar fjarkennslu eitthvað slíkt sko, sem kannski var ekki alveg staðan, en kannski allt samfélagið þurfti að læra, en það eitthvað sem þyrfti kannski að huga að. Einmitt. Takk fyrir. Hafið þið, Anna eða Soffía, einhver við þetta bæta sem að Jón var að koma inn og varðandi aðbúnað? Já, mér langar samt kannski líka að minnast á eitt með Kára og þessa fræðslu sem að Soffía var að tala um, sem að Hólmasel með. Það væri áhugavert að vita hvort að sambærilegt prógram væri í gangi hjá Bakkanum og í 111.
hvort að þetta sé verið að taka á þessu með samræmdum hætti innan hverfisins. Ég býst ekki við endilega einhverju inn á þessu fundi geti svarað því, en það er svona, ég svona velti þessu upp, hvort að út af því að mér sýnst Kári vera að vinna dálítið sniðulega með þetta. Með bókasafnið þá náttúrulega bara dálítið galli á umgjörð skólabókasafna, það er svolítið undir skólastjórum komið hversu mikla fjármuni skólabókasafnið fær. Og þannig að við erum reyndar mjög heppin, núna Ásta mjög góð við skólabókasafnið okkar og það er búið að breyta því og taka dálítið í gegn, en það er svona kannski, þú veist, það má auðvitað alltaf gera betur og það sem að skólabókasafnið á líka dálítið að vera svona dálítið svona vín og þú getur skotið þar inn og haft það huggulegt og gripið bók og maður svona kannski vantar svona eins og hjá okkur einhverja þægilega sófa og eitthvað svona sem að fólk krakkarna geta dottið inn í, en við erum alveg ágætlega satt stödd skólabókasafnslega. Það getur líka sagt að besta skólabókasafni á landinu er í Seljaskóla, eins og fyrir getur rætt á eftir. Og það er nú bara starfsmaður sem heldur því uppi. Ég er ekki alveg hlutlaus, það er vinkona mín. Ég tek bara undir það sem að Guðmundur segir með tækjabúnaði í skólanum og við erum náttúrulega í gömlu hverfi og með gamla byggingar og með gamla innviði og við erum bara afturlega meirinni þar. Bara í allri tækjavæðingu skólana. Takk, já, er ykkur fleiri? Ágústa, varst þú ekki búin að, nei? Soffía, vildi þú bæta ykkur við þetta? Ég tek bara undir það sem bæði Guðmundur annars hefur að segja. Ég veit einmitt að tækjabúnaður og tölvubúnaður hefur ekki verið mjög framalega það er mjög ábótavant á tölvukaup hjá Reykjavík, veit ég hvað varðar okkar skóla fyrir börnin okkar. Ég veit að Kópavogur er að standa sig betur þar. Og já, bókasafnið í Seljaskóla er æðislegt. Krakkarnir alveg elska hana, hún heitir Dröfn sem er bókasafnsfræðingurinn og hún er svo sniðug að nýta bókasafnið í eins og fyrir Halloween og fyrir öskudaginn, setja það bara í búning og gera, þegar það var hérna allt í lockdown, þá voru allir hérna í bangsaleitinni, þá voru bangsar í bókasafninu og þau breyttust mismunandi daga og hún gerði eitthvað sér event bara í þessum eina glugga, þannig að það er bara alveg yndislegt það sem hún er búin að gera þar og þau eru alveg súper ánægð og ég held að þetta er rosa gott það sem eru með og þau eru með svona bókakassa líka, þannig ég veit að hún er búin að vera að fara inn í bekkina. Þannig að krakkarnir með ekki fara að bókasafni, það má ekki fara inn á bókasafni. Þannig að þau eru búin að fara að fá kassa til sín þar sem þau geta valið. Þannig að þú veist, það er hægt svona að vinna með ýmislegt. Hún er að nýta allt sem hún er með á mjög svo skemmtilegan hátt. Og ég veit að þau voru síðan varðið skák og spil. Og veit ég að þau voru með skák, kennslu eða keppni seinasta daginn fyrir vetrarfrí. Þannig að þau voru bara í skák sem mér fannst mjög gaman að heyra. Það er bara langt síðan maður hefur heyrt það. Þannig að þeir eru mjög duglega að nýta það sem til er skólinn og kennararnir. Já. Já, þetta er áhugavert. Þráin, vilt þú eitthvað bæta við þetta? Þekkir þú eitthvað þessa fræðslu sem þau eru að tala um í gegnum Miðberg sem er hún sé miðlæg eða hvort þetta sé bara, já, í Hólmaseli segi. Sko, ég veit bara að Kári hefur verið tilbúin að fara í hvaða skóla sem er. Okay. Ég mun ekkert standa á því ef það er óskað eftir því. Bara gott að fá svona vitneskju um þetta. Mér langaði bara að hrósa foreldrafélögunum fyrir flott samstarf. Þetta er eitthvað sem við erum að monta okkur af hérna út allan bæ og allt land. Sko. Það samstarf foreldrafélögin og hvað eru búin að koma í verk saman. Bara algjörlega til fyrirmyndar. Já, ég get tekið undir þetta líka, Þráin. Og ykkur verður ekki seint þakka fyrir ykkar starf og sjálfboðavinnu og virkja annað fólk með ykkur. Það er líka áskorun. Þannig að þið getur bara verið stolt af þessari vinnu og ég er ótrúlega þakklátt fyrir mig fyrir bara, já, og stolt af ykkar framlagi. En Sara, fyrirgeðu að því það var eitt sem ég gleymdi að minnast á og fundum með nokkrum úr stjórnunum í janúar þar sem fór yfir frístundaverkefni stóra sem við erum að vinna að. Þá var ég að leggja sérstaklega áherslu á að foreldrafélögin myndu vinna í því að fá foreldra af erlendum uppruna meira inn í bekkjarfulltrúastörfin og inn í stjórnirnar eftir
því sem mögulegt að þið séu svolítið á vaktinni með það. Já. Já, þessu er allavega komið á framfæri. Takk fyrir þetta, Þráinn. Já, þá held ég að þessu sé bara lokið. Jarðskjálftinn sem við upplifum hérna í upphafi fundar var 5,1 á Richter, þannig að það er allavega skjálfist hér með. Eina fyrirspurn til íbúðaráðsins. Já, gjörðu svo vel. Út af því að við náttúrulega fengum, ég var hluti af foreldrahópnum sem stóð fyrir 17. júní hátíð á Bakkatúni, seinsta sumar. Þannig að ef við ætlum að fara í eitthvað svoleiðis aftur og ef að borgin hyggst breyta 17. júní hátíðahöldum og halda þeim inn í hverfum, það væri rosa sniðugt að fá að vita það sem fyrst, sko. Já, ég get þá bara upplýst þið núna, Anna, að sumarborgin verður færð út í hverfin aftur, þannig að við fáum örugglega sambærilegan styrk aftur íbúðaráðið fyrir sumarborgina. Þannig að ef að þið ætlið að setja ykkur í starthóluna fyrir nýjum 17. júní viðburð, þá skulið bara fara í þá stellingar. Þannig að þetta er allavega, við vitum það núna og í fyrra var þetta voru milli hvað, manstu það? Nákvæmlega töluna, en það er þetta sömu tölur að tefla. Það voru... þetta var eitthvað milli 3 og 4 milljónir sem að... Undirbúningur er bara hafinn af þessu og við reiknum með að það verður bara opna fyrir umsóknir seinni part mánaðarins. Við reiknum með því. Já. Þannig að nú bara þurfum við að hringja og nokkur símtöl og virkja fólki í kringum okkur. Þannig að þetta verður allavega svona góð endalög, gott og spurðir. Já, bara svona, það þarf þá að bara panta og plana og skipuleggja. Já, einmitt. En annars bara ætla ég að slíta þessum formlega fundi, næsti dagskrárliður er lokaður, þannig að ég þakka bara fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Og heyra af ykkar starfi. Takk hérlega fyrir. Takk hérlega fyrir. Takk. Takk fyrir. Takk. Bless. Bless.